till all my fears are gone. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and see. I am the child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and see. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Sing with the song. I'm no longer a slave to fear. I
of it all. You are worthy. So You're worthy of it all, Jesus. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. You deserve the glory, Lord. You deserve the glory, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Vitið þið hvað? Að þetta eitthvað sem verður gert alla eilífð, að lofa Guð. Það segir tungur munu þagna og raddir hljóðna, en frammi fyrir hásæti Guðs þá stöðug lofgjöf. Og það eitthvað sem að, þegar við lofum hann, að þá endurnærir það okkar líkama. Ég hef stundum sagt að því ég var nú vélstjóri á sjó að lofa Guð af öllum lífs- og sálarkröftum, það eins og þegar við keyrum dísilvélina alveg í botn til að hreinsa út af henni sótið. Og það virkilega þegar við lofum Guð, það hreinsar sótið úr sálinni okkar. Amen. Gerast í okkar heimi í dag og hann var að segja mér hérna áðan hann Rúben að hann skólabróðir hans fyrrverandi forseta í Brasilíu. Hvað heitir hann? Jair Bolsonaro. Já, ok. Ég langar að við byrjum stutta bæn fyrir honum. Hann í fangelsi. Það svo skrítið hvernig einhver maður getur stjórna heilli þjóð og svo fer hann bara í fangelsi á eftir. Ég ætla að vona að það komi ekki fyrir hjá okkur hér á landi, að við tökum upp það nósið, að við getum talað saman. En mér langar bara að við biðjum stuttabæn fyrir honum. Viltu nefna nafnið hans aftur? Jair Bolsonaro. Já. Bolsonaro. Já. Og þeir voru skólabræður. Já, við voru alla hlutverk í South of Brazil. Já. Ok, Faðir, við bara blessum þennan mann og við biðjum þig að mæta honum þar sem hann
Drottin, við trúum því að þú heyrir bænir og Drottin, þú ert sá sem Drottin beygir. Það segir að hjarta konungsins eins og vatnslækir í þinni hendi. Þú setur menn til valda, tekur þá frá völdum. Og Faðir, við biðjum þig fyrir þessum manni. Drottin, hann á trúna á þig og ég biðji lausn inn í hans mál. Biðji fyrir fjölskyldu hans og Drottin, við biðjum líka bara frið í heiminum í dag. Drottin, hvar sem Íran, Drottin, Súdan, Úkraínu, Drottin minn og Guð minn, Nígeríu, stoppaðu blóðbæðið þar. Drottin, í Jesú blessaða góða nafni. Biðjum fyrir systkinum okkar í Pakistan, Drottin, Indlandi og allstað þar sem Drottin við eigum trúsystkini. Drottin, við gefum þínu nafni dýrðin og þakka þér fyrir að þú vakir yfir þínum börnum. Í Jesú nafni. Amen. Það segir í predikaranum að það sé ekkert nýtt undir sólinni. Ef einhver kemur og segir, heyrðu, þetta nýtt, þá hefur það mjög sennilega verið til áður. Og svo talar hann að kynslóðirnar, að þær komi hver af annarri. Predikarinn, hann var ég ætla bara aðeins að lesa, ég var að lesa þetta í morgun, en það ekki kannski það sem ég ætla að tala en það tengist í. Predikarinn, það segir að ein kynslóð fer og önnur kemur, en jörðin samt fyrir okkur öll. Svo segir að vindurinn gengur til suðurs, snýr sér til norðurs, hann snýr sér og fer að hringsnúast á nýjan leik. Allar ár renni í sjóinn, en sjórinn verður aldrei fullur, þangað sem árnar renna. Þangað halda þær áfram ávallt að renna. Allt sístritandi, engin maður fær með því orðum lýst, augað verður aldrei satt af að sjá og eyrað verður aldrei mett af að heyra. Þetta mjög athyglisvert. Þetta meikar sens enn þann dag í dag, þó þetta sé gamalt. Og síðan segir, þetta predikarinn 1. kafli og ég var að lesa 8. vers. Síðan les ég 10. vers, sé nokkuð til umverðið sagt, já þetta nýtt, þá hefur það orðið til fyrir löngu á tímum sem var á undan oss. Amen. Og málið að mig langar að fara í 2 spámenn. Það Davíð, ég veit ekki hvort við að kalla hann spámann, og síðan Jesaja. En það sem þeir eru að segja, það á ennþá við okkar tíma. Þess vegna las ég þetta í predikaranum, að það eru sumir sem segja, halda þessi að finna, það eru svo margir sem halda þessi að finna upp hjólið í dag, og að þetta hafi aldrei verið til áður. Og menn segja, það komið árið 2026 og þú ert með þennan eldgamla afturhaldssama boðskap. Já, það komið árið 2026 og já, ég gæti svara þessu á svo margan hátt. En ég ætla ekki að fara út í það núna, ég ætla að lesa ritning úr Sálmi 11:3 og það það sem ég langar að tala í dag. Þegar stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna þá hinir réttlátu? Ég vildi ekki verið í þessu húsi ef það væri einhver inni niðri að taka stoðirnar undan. Þá vitum við að húsið myndi hrynja yfir okkur. Það eru nokkrar þýðingar ég skrifaði niður að ganni. Það segir og ég þýddi úr enskum þýðingum, mér svo gaman að taka eina ritningu og lesa hana í mörgum þýðingum, þá fæ ég mörg sjónarhorn. Það eru allar réttar í sjálfu sér. Það segir í ERV þýðingu, hvað gerir gott fólk? Þegar hinni vondu eyðileggja allt sem gott. Þetta Sálmur 11:3, ennþá Sálmur 11:3 og hann verður bara að hafa íslenska textan, Sálmur 11:3, en ég ætla að lesa nokkrar þýðingar sem ég tók úr enskum þýðingum. Hvað gerir gott fólk þegar hinni vondu eyðileggja allt sem gott? Nú höfum við góða fólkið, það öfug meining í okkar þjóðfélagi, við köllum góða fólkið vond, en nú ég að tala góða fólkið og vonda fólkið, þannig að það fari ekki á milli mála. Hvað gerir gott fólk þegar hinir vondu eyðileggja allt sem gott?
Hvað gera, svo kemur önnur þýðing sem er kölluð Passion-biblía, hvað gera hinir réttlátu þegar stoðum sannleikans er eitt og lög og reglu feykt í burt? Hvað gerum við þá? Svo kemur Amplified biblían, ef grundvöllur guðlegs samfélag er eyðilagður, hvað geta hinir réttlátu gert? Grundvöllur, við þurfum grundvöll undir allt og svo byggjum við á grundvöllin. Ef að grundvöllurinn fer, þá hrynur byggingin og það á við náttúrulegt og andlegt. Síðan kemur ein þýðing hérna viðbót sem er lifandi orð. Ef þið fá ykkur svona biblíu app, þá getið þið gert það sem ég er að gera. Farið í alla þýðingarnar. Það er mjög gaman. NLT, lifandi orð, grundvöllur laga og réttlætis er brostinn, hvað geta hinir réttlátu gert? Já, þetta voru þær þýðingar, en þetta sagði í okkar þýðingu gömlu þegar stoðirnar eru rifna niður, hvað megna þá hinir réttlátu? Síðan var önnur ritning sem ég ætla að lesa. Hún er í Jesaja 59 og það er 14. og 15. versið. Jesaja 59, 14. og 15. versið. Og það er ein setning sem ég ætla að taka út til að byrja með, sem er í 15. versinu. Það segir, sannleikurinn er horfinn. Sannleikurinn er horfinn. Þetta var á dögum Jesaja og þetta er sennilega þegar þeir voru að koma út úr herleiðingunni frá Babylóníu og voru komnir aftur, að þá er ástandið svona að Jesaja hann hrópar bara sannleikurinn er horfinn. Og ég var að lesa aðeins í kringum þetta. Þar segir, ef við lesum, sannleikurinn er horfinn. Og ég ætla að gefa ykkur orsökina fyrir því að sannleikurinn hvarf. Og ég veit að vantrú.is er ekki sammála mér, en hann var einu sinni í okkar röðum sá gaur og það er gott fyrir hann að heyra Guðs orð aftur í Jesú nafni. Sindri, ef þú hlustar enn. Hér segir, við höfum horfið frá drottni og afneitað honum, vikið burt frá Guði vorum. Við höfum látið oss ofríki og fráhvarf munn fara, við höfum upphugsað og mælt fram af hjarta voru lyga orð. Málið er þegar við hverfum burt frá drottni, þá hverfur líka sannleikurinn. Og síðan lesum við áfram. Og rétturinn er hrakinn á hæl. Rétturinn er hrakinn á hæl og réttlæti stendur nú langt í burtu, því að sannleikurinn hrasaði á strætónum og hreinskilnin, hún bara kemst ekki að. Hún kemst ekki að. Svo kemur vers 15, sannleikurinn er horfinn. Sannleikurinn er horfinn. Og sá sem fyrrist það sem illt er, verður öðrum að herfangi. Og hér eru nokkrar þýðingar sem ég hef skrifað inn í biblíuna. Lifandi orð segir, sá sem fyrrist það sem illt er, það er skjótt ráðist á hann. Það er skjótt ráðist á hann. Önnur þýðing segir, hann gjörir sjálfan sig að skotspæni. Sá sem fyrrist það sem illt er, sá sem talar gegn því sem er illt og vont, að hann gjörir sjálfan sig að skotspæni. Jesaja 59:14, hér segir lifandi orð biblían, hún segir, ég þýddi þetta nú ekki, þannig til að lesa það fyrst á enskunni, our courts, er réttarkerfið okkar, opposes the righteous. Réttarkerfið okkar, það stendur gegn hinum réttlátu og justice is nowhere to be found. Réttlætið er hvergi að finna. En það er svo gott að þetta var bara á dögum Jesaja og Davís og þetta þekkjum við ekki í dag, er það? Nei. Hér er allt í röð og reglu hjá okkur. Við höfum ennþá Guð svona þegar við þurfum á honum að halda, en já, þú dæmir fyrir þig. Ég held að þetta orð eigi bara alveg erindi til okkar í dag.
við segjum sannleikurinn er horfinn. Sannleikurinn var tekinn burt úr skólunum fyrir nokkuð mörgum árum. Börnin fengi ekki lengur að læra sögu okkar og kristna fræði. Sannleikurinn var tekinn burt. Hvað fengu þau í staðinn? Jú, þau fengu annarleg samtök að kenna þeim annarlegar kenndir líkamans. Ég segi það bara eins og er. Það er mín skoðun. Og það er ennþá trúfrelsi á Íslandi, sem betur fer. Þannig að sannleikurinn, hann var tekinn frá börnunum. Það er saga í Nehemía, og ég ætla svona að vitna í hana, og samt ætla ég kannski að lesa hana. Ég ætla að vitna í hana og lesa hana. Ég var að mæla tíman á mig hvað ég væri lengi að lesa það í morgunna, því að ég vil ekki tala allt og lengi. Þá verða sumir þreyttir. Ég var þreyttur þegar ég var lítill, þá var ég þreyttur á predikunum sem töluðu lengi. Þeir voru ekki uppáhaldi hjá mér, en ég vil bara halda athygli ykkar. Það segir hérna í Nehemía 13:4, og það er Nehemía, hann var byrlari hjá konungi, og hann var sá sem fór að byggja upp múra Jerúsalem eftir herleiðinguna. Og hann hafði brugðið sér frá, og hér í versi 4 þá lesum við: áður en þetta varð hafði Eljasíb prestur, frændi Tobía, sá settu yfir herbergi musteris Guðsvors, látið útbúa stórt herbergi handa Tobía, en þar höfðu menn áður látið matfórnina, reykelsið og áhöldin af 10 korni, aldinlegi, olíu, hið fyrirskipaða gjald til levita og söngvara og hliðvarða, svo fórnagjafi til prestana. Meðan allt þetta gjörðist var ég ekki í Jerúsalem. Því á 30. og öðru ríkisári Artasa konungs í Babylon fór ég til konungsins. En á nokkrum tíma liðnum beiddist ég orlofs af konungi, og ég kom til Jerúsalem, sá ég hvílíka óhæfu Eljasíb hafði gjört vegna Tobía með því að útbúa handa honum klefa í forgörðum Guðs musteris. Mér mislíkaði þetta stórum og kastaði í öllum húsgögnum Tobía út úr herberginu og bauð að hreinsa herbergin og bar síðan aftur þangað áhöld Guðs musteris, matfórnina og reykelsið. Amen. Þannig að ef ég bara segi þessa sögu að svona með mínum orðum, að Eljasíb var spilltur prestur, Tobía, hann var frandans ef þið rannsakið bókina, og hann setur franda sinn í herbergi þar sem Guðs þjónustan og allt sem tilheyrði þjónustu Guðs hafði verið áður. Matfórnin, reykelsið, áhöldin, 10, þetta hafði allt verið í þessu herbergi, en nú er Tobía þar. Málið er að Tobía var óvinur Ísraelsmanna á þessum tíma. Hann var ammoniti og hann hafði barist gegn byggingu múrana alla tíð. Nú er hann kominn þarna inn og búið að henda prestunum út. Þannig að hér er spilltur prestur á ferð sem að tekur út þar sem á að vera í Guðshúsi og setur annað inn í staðinn. Og þetta náttúrulega gerist ekki á okkar dögum heldur. En þetta gerist þá. Tobía var mótstöðumaður og ammoniti. Hinn sanna þjónusta Guðs tekin út og lygin fékk herbergi í húsi Guðs. Ég segi, það er ekkert nýtt undir sólinni. Þetta gerist þá. Og þetta er því miður enn að gerast á okkar dögum. Ef við höldum hérna aðeins áfram, sannleikurinn farinn, grundvöllurinn brostinn, og hvað gerist þá? Þá fáum við þjóðfélag í fjöturum. Sjáðu, sannleikurinn er það sem setur okkur frjáls. Ef við ekki höfum sannleika, þá erum við bara í fjöturum. Fólk sem byggir líf sitt á lygi, það er fjötrað. Það er bara í fjötrum, sálarfjötrum. En þegar við heyrum sannleikan og jafnvel þó hann stingi okkur í hjörtun og við meðtökum hann, þá verðum við frjáls. Þannig að sannleikurinn er það afl sem að leysir fólk og gefur okkur frelsi. Og nú er áherslan í okkar þjóðfélagi fyrir okkar börn á kynfræðslu í staðinn fyrir guðfræðslu. Hugsið ykkur, það er alltaf kynfræðsla. Menn segja, hver ert þú að tala gegn þessu? Ég bara segi út með kynfræðslu og inn með guðfræðslu.
Það var Guð sem gaf okkur kynhvötina og það er Guð einn sem getur gefið okkur heilbriða og góða kynfræðslu og hún er til í Biblíunni. Kynlíf á að vera innan hjónabands. Það er bara þannig. Það segir Guð. Menn líta bara stórum augum á mig. En það er allt í lagi. Ég er gamaldags og það er ekkert nýtt undir sólinni. Og Guð, hann er gamall, hann er eldri en við öll til samans. Ok, það er komin kynfræðsla í staðinn fyrir Guðfræðslu og menn hafa gleymt því sem að, hver var það, Matthías Jakobsson sem sagði, ungum er það allra best. Hallgrímur. Ungum er það allra best að óttast Guð sinn Herra, þeim mun viskan veitast mest og virðing aldrei þverra. Amen. Ungum er það allra best að óttast Guð sinn Herra, þeim mun viskan veitast mest og virðing aldrei þverra. Og það er þetta með virðingu. Við þurfum að fá virðingu aftur inn í okkar samfélag. Ef við lesið samfélagsmiðlana, þá er ekki til neitt sem heitir, það er undantekning ef þú sér einhver tala af virðingu í kommentarkerfinu. En nú, menn dýrka hið skapaða í stað skaparans. Rómverjabréfið segir okkur þetta, Páll segir það að menn í staðinn fyrir að dýrka Guð, þá eru farnir að dýrka sinn eigin líkama og það hefur sínar afleiðingar. Menn ala önn fyrir girndum sínum þvert á það sem ritningin segir. Ritningin segir okkur að ala ekki önn fyrir holdinu til þess að sé ekki til að æsa gyndir. En þannig að kynfræðslan, hún er hérna alveg á fullu. Svo sjáum við að fólk verður alveg steinhissa þegar eru kynferðislega afbrot eða eitthvað svona. Við hverju býstu þegar er verið að æsa upp óeðlið í öllum mönnum? Við hverju búumst við? Það bara kemur uppskera. Menn ala önn fyrir gindum sínum þvert á leiðbeiningarnar sem er í Rómverjabréfinu 13:14 og svo undrar menn að sá sem tælir hann líka dæmir. Sjáðu, ef þú hlýðir djöflinum að þá dæmir hann þig, hann svíkur þig og hann kemur bara til að stela, slátra og eyða. Svo sjáum við áherslurnar í okkar þjóðfélagi, lögleysi, ringulreið, ótti, kvíði og óöryggi. Jesús sagði í Mattheus 24:12 að lögleysi myndi magnast kærleikur kólna. Þetta er allt voðalega neikvætt en þá ég veit það. En við erum að horfa á þetta í okkar þjóðfélagi og sagan hefur verið svona í gegnum tíðina. Í Englandi á 18. öld eða 19. þá var predikari sem hét John Wesley og hann talaði svona svipað og ég er að tala núna og hann var grýttur. Þeir grýttan. En vitið þið hvað gerðist þegar Wesley hélt áfram að predika svona? Þá endaði það með því að það var trúarvakning í Englandi og þeir lokuð, flestir pubbar lokuð og þeim var breytt í kirkjur. Það er auðvitað við það sem er að gerast í dag. Nú er verið að breyta sennilega kirkjum í pubba í Englandi eða eitthvað í þá áttina frekar. En allavega að þetta hefur verið svona í gegnum tíðina og Páll postuli hann segir að menn þola ekki hina heilnæmu kenningu. Menn þola ekki hina heilnæmu kenningu. Ég hef talað við menn sem að þola bara ekki að hlusta á Guðs orð. Það bara gerir þeim bara illt. Það gerir þeim ekki illt. Það gæti leyst á að þið tækju við því. En hann segir, menn sann tíma mun aðbera að menn þola ekki hina heilnæmu kenningu. Við skulum lesa þessa ritningu. Þetta er 2. Tímóteusar bréf. 2. Tímóteusar bréf. 4. kafli. 3. vers. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeirra sig kennurum eftir eigin fýsnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Það er nefnilega það. Það stakk mér svolítið þegar þjóðkirkjan sagði fyrir einhverjum árum, við viljum vita hvað fólkið vill heyra. Nei, við erum, ef þú ert kirkjunar þjóð, þá átt þú að boða það sem Guð hefur lagt þér á hjarta og að tala Guðs orð, ekki eitthvað sem fólk vill heyra. Vegna þess að
það gefur ekki góðan ávöxt. Menn þola ekki eina heilnæma kenning, heldur hópa þeirra sem kennurum eftir eigin fýsnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum. Sannleikurinn horfinn hér, hverfað ævintýrum. En svo segir hann, ver þú algáður í öllu, þolið, gjör verk, trúboða, fullna þjónustu þína. Svo komum við að stjórnvöldum. Veit ekki hvort má tala það. Flestir kenna stjórnvöldum allt. En ég held líka að við mættum skoða okkur sem kirkja, við að biðja fyrir stjórnvöldum. Er það ekki? Biblían segir við að biðja fyrir stjórnvöldum, að við fáum lifað friðsamlega. En nú komum við aftur að þessu, það var stjórnmálamaður hérna sem hét Pílatus og það er svolítið merkilegt að hann hafði vald til að setja ákveðin mann sem hét Jesús lausan. Ef við förum í Jóhannes 19. Jesús var fangi hjá Pílatusi og Pílatus segir við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og hef vald til að krossfesta þig? Og Jesús segir við hann, þú hefur ekkert vald yfir mér ef þið væri ekki gefið að ofan. En á undan þá lesum við að gýðingarnir voru að hrópa og kalla og það segir, æðstu prestarnir og verðirnir sáu hann, æptu þeir krossfestan. Og það segir þegar Pílatus heyrði þessu orð var hann enn hræddari. Þannig að hér er maður sem hefur vald og hann lætur undan þrýstingi tíðarandans til þess að hafa alla góða. Hann veit hvað er rétt. Konan hans hafði sent honum orð að þessi maður væri réttlátur maður og hann hafði dreymt draum og Pílatus hafði vald og gat sett Jesú lausan en vegna þrýstings frá þjóðfélaginu eða það sem við köllum tíðarandanum þá þorði ekki. Og mér var hugsað til þess, hverjir voru á alþingi þegar lögin kynrænt sjálfræði fóru í gegn? Hvernig stóð á því að þessi lög fóru í gegn? Ég horfði á viðtal við stjórnmálamenn í sjónvarpi fyrir kosningar og þá kom þetta upp og það fóru allir undan í flæmingi, meira að segja Miðflokkurinn. Og það vildi enginn svara þessu. En ég ætla bara að segja mína skoðun, kynrænt sjálfræði, það er bara það heimskulegasta sem ég hef heyrt, séð og að þetta skuli vera lög. Hér hefur einhver látið stjórnast af tíðarandanum í stað þess að fara eftir sinni samvisku. Það er mitt álit. Og ég segi með honum, það er maður sem er að berjast og hann er reyndar samkynhneigður, hann er að berjast fyrir þessu og ég tek undir það sem hann segir, afnemi þessi lög, burtu með þau. Afnemi þau. Ef það er hægt að setja lög, þá er líka hægt að taka þau í burtu og setja betri lög í staðinn. Það eru bara 2 kyn, karl og kona. Ertu þá á móti öllu hinu? Nei. Við eigum að elska allt fólk og við biðjum fyrir því, en við eigum ekki að ala önn fyrir lögleysinu eða vittleysunni heldur. Og síðan segir Jesaja, nú eiga menn ekki lengur í málafellum sannleikans vegna, sá sem stendur upp fyrir sannleikan verður skotskífa tíðarandans. Og við höfum upplifað það að predikarar hafa verið handteknir í Bretlandi, bara núna nýlega var einn götupredikari handtekinn, settur í steinin í 12 tíma af því að hann var að hneykslað einhverja múslima þarna með því að predika Guðs orð. Þannig er Bretland í dag. Í Bandaríkjunum var predikari í Seattle, þeir hafa verið handteknir nokkrir í Chicago. Í Seattle var einn handtekinn í fyrra fyrir að fara út á götur, en hann fór í mál við yfirvöld og hann vann málið. Þeir hafa líka farið í mál í Bretlandi og sem betur fer er réttarkerfið enn á þeim stað að það dæmir sannleikanum samkvæmt, sem betur fer. Nú, eitt heitasta málið í dag, það er trans. Og ef þú spurt mig fyrir svona 20-30 árum, þá hefði ég ekkert vita hvað varst að tala um.
Og við getum kallað þetta stríð tíðarandans við sannleikann. Og það var allt vitlaust núna daginn af því einhver nafni talaði einhverja fána og hann fekk á sig þvílíka, hann gerði sjálfan sig að skotspæni. Hann mátti ekki hafa álit á fánum. En fáni, bara svo við vitum það, stendur fyrir hugmyndafræði. Þegar menn í stríði þá setja þeir upp sinn fána, þar sem þeir vilja hafa hann. Og þeir segja, þetta mitt land af því að minn fáni komin hér og þú skalt beygja þig undir þennan fána. Það er hugmyndafræðin á bakvið fána. Þess vegna vil ég ekki beygja mig undir fána sem ég ekki samþykki. Ég beygja mig ekki undir hugmyndafræði sem að ég veit að er röng. Og við eigum ekki að fara í málamiðlun með það. En ég ætla að vitna hérna í mann sem heitir Paul McHugh. Hann er prófessor í geðlækningum og hegðunarvísindum. Hann var yfirlæknir á geðdeild John Hopkins spítala í 26 ár. Þessi spítali var frumkvöðull í kynleiðréttingum eða breytingum. Og þetta sjúkrahús rannsakaði transfólk í 40 ár þegar þetta er skrifað. Það er sennilega 5 ár síðan ég las þessa grein eftir Paul McHugh. Hann segir, fólk skiptir, hlustið á hvað hann segir, geðlæknirinn og prófessor í hegðunarvísindum. Og hann sem var búinn að vinna við þetta, þeir byrjuðu á þessu og hann tók þátt í því að hjálpa fólki að breyta kyn, að hann segir, fólk skiptir ekki kyn. Það verða til kvenlegi karlmenn, karlmannlega konur eða eftirlíkingar af því kyni sem þau vilja kenna sig við. Paul segir ennfremur, þessi hugmyndafræði að kyn okkar sé eins og vökvi og að við höfum val. Hann segir þessi hugmyndafræði er mjög skemmandi og hættuleg ungu fólki. Mjög skemmandi og hættuleg ungu fólki. Og reynda fór ég inn á netið í gær og þá var athuga með úlingar sem lendi í þessu og það segir að þeir sem telja sig vera trans sem úlingar eða börn, að það eldist að 85%. Það fer af þeim við tvítugsaldurinn. Hætta við það. Og þess vegna er svo skelfilegt að það sé verið að hjálpa ungum krökkum að fara inn í þetta ferli ef þetta er bara svona eitthvað sem einhver bóla. Hann segir, 30 ára rannsóknir í Svíþjóð sem er vinsamlegt umhverfi fyrir trans sýna fram á stöðuga vanlíðan þessa hóps. 15 árum eftir skurðaðgerð er sjálfsmorðstíðni þessa hóps 20 sinnum meiri en hjá öðrum. Hans áhyggjur, og þetta er geðlæknir sem vann við þetta sem hann er að tala og sneri sér frá því. Hans áhyggjur, ungt fólk með þessar hugsanir, fær ekki að heyra sannleikann. Og já, ég var miklu fleiri dæmi þetta, ég ætla kannski ekki að fara út í það. Þessi maður, hann segir, ungt fólk fær ekki að heyra sannleikann af því að sannleikurinn er horfinn. Nú, kærleikurinn, 1. Korinthubréf 13:6, segir kærleikurinn samgleð sannleikann. Kærleikurinn samgleð sannleikann. Þannig að kærleikurinn, sannur kærleikur, hann segir þér sannleikann. Þú vilt kannski ekki heyra það. Ég vildi ekki alltaf heyra það sem pabbi var að segja mér. Og allavega ekki þegar pabbi ávítaði mig. Þá vildi ég ekki heyra það. En eftir á, þá fann ég það út að pabbi hafði rétt fyrir sér. Þannig að sannur kærleikur segir okkur alltaf sannleikann. Og það getur ekki verið kærleikur að snúa vegvísinum við. Nú tek ég bara, ef einhver snýr vegvísinu hérna við og lætur þið fara í öfuga átt, það er ekki kærleikur. Senda fólk í ranga átt. Það var predikari sem var að, mann eftir hann hafði brent sig illa og leit mjög illa út. Hann fór í skólan og var að ná til unga fólksins. Og þetta eru nokkur ár síðan las
þessa tilvitnun, hún kom upp í huga minn þegar ég var að hugsa þetta, að það var ung stúlka sem segir við hann þegar hann er að tala við krakkana, og hann var að tala við krakkana kynlíf, og hann var svona gamaldags, hann sagði að kynlíf ætti að vera innan hjónabandsins, og þá segir ung stúlka, af hverju sagði mér enginn sannleikann? Hún var komið með AIDS, háu stig. Hún sagði, af hverju sagði mér enginn sannleikann? Og það satt svo í mér að fólk leyfi og láti börnin okkar fara út í þetta og hitt og segja þeim ekki sannleikann. Þýðir þetta að maður hati bara allt transfólk eða nei, við elskum það. Og ég veit að það er einhver í þessu í kirkjunni okkar í Reykjavík og það er tekið utan þá persónu og hún er elskuð. Það snýst ekki það. Við viljum vernda börnin okkar. Og við viljum segja sannleikann. Svo aftur að Sálmi 11:3, hvað geta hinir réttlátu gert? Hvað geta hinir réttlátu gert þegar grundvöllurinn er farinn? Jú, við sem kirkja við þurfum að berjast fyrir því að kristin gildi, jafnvel þó að fólk vil ekki trúa á Guð, að kristin gildi nái aftur yfirhönd í þjóðfélaginu. Vegna þess að það verður blessun fyrir þjóðin okkar. Það mun fækka á unglingageðdeildum, það mun fækka á geðdeildum, það mun fækka glæpum. Það segir þegar réttlátum fjölgar, þá fækkar misgjörðum, þegar óguðlegum fjölgar, þá fjölgar misgjörðum, segja orðskviðirnir. Þannig að aftur að Sálmi, hvað eigum við að gera? Nú við auðvitað höldum áfram að tala og segja sannleikann, sama hvað það kostar. Við höldum áfram að segja, það kostaði Snorra starfið að segja sannleikann á sínum tíma og hann var ekkert að reyna að gera í því, hann bara las eina ritningu. Hann var rekinn sem kennari. En hann vann málið sem betur fyrr, það var réttarkerfið okkar enn á þeim stað. En það er svo skrítið hvernig hinnir óguðlegu og þessi óguðlegi andi nær yfirhöndinu og nær að ráða, þó jafnvel að meiri hluti þjóðarinnar kannski vilji fara í aðra átt. Þess vegna þurfum við bara að halda áfram að tala sannleikann. Og það er vers hérna sem að Guð gaf mér fyrir nokkrum árum til að biðja fyrir þjóðfélagin okkar og landin okkar. Það segir í Sálmi 125 vers 3 að veldisbroti guðleysisins skal ekki hvíla á landi réttlátra. Veldisbroti, þið vitið, konungar í gamla daga höfðu sprota og þegar konungurinn rétti fram sprotan þá máttur ganga inn fyrir hann. Þannig að veldisbroti er eitthvað sem hefur vald og Biblían segir okkur að guðleysið hefur vald og ég kalla það tíðarandan í dag eða sumir vilja kalla það woke, sumir vilja kalla það þetta og sumir vilja kalla það hitt, en það er allavega almenningsálitið, tíðarandinn, hvað þú vilt kalla það, að hann á ekki að ráða því sem ég vil gjöra. Ég á að hafa leyfi til að hafa mínar skoðanir og mína trú og það er ennþá í lögum. Nú, Páll, hann segir okkur að hvað eigum við að gera? Við tölum sannleikann og við byggjum þessa bæn. Veldisbroti hins ranglata mun eigi hvíla á landi réttlátra. Ég bygg þessa bæn næstum því á hverjum einasta degi og ég trúi því að Guð heyra hana. Og ég trúi því að réttlátum fjölgi. Síðan er í Esekiel 22:30 að þá er okkur sagt að Guð leiti að fólki til að skipa sér í skarðið að hann dæmi ekki þjóðirnar. Guð er að leita fólki til að biðja. Þannig að við getum beðið, haldið áfram að biðja. Nú, síðast en ekki síst að þá er það Jesús Kristur að hann segir við þessa kirkju sem að hann hefur verið rekinn út úr. Það var kirkja í Látikeu og hann var fyrir utan dyrnar af því að hann gat ekki verið þar inni. Og spurning hérna fyrir okkur fær Jesús að koma inn í kirkjun okkar? Er Jesús velkomin? Er Jesús velkomin með hvaða orð sem hann vill? Hann segir hérna, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ég stend við dyrnar og kný á. Jesaja 30:18 segir að Guð, hann býður þess að geta miskunnað okkur.
Og það málið. Að fólk segir á hverju grípur Guð ekki inn í, á hverju gerir Guð ekki þetta. Við erum sköpuð í Guðs mynd, við eigum sum hver börn og þegar börnin okkar fara aðra leið heldur en við viljum og við viljum grípa inn í, en börnin hafa sjálfstæðan vilja og við getum ekki snúið þeim nema með samþykki þeirra. Það eins með trúna á Guð, við getum ekki snúið þjóðinni nema með samþykki hennar. Við getum ekki snúið neinum einstakling nema með samþykki hans. Og það okkar kristna trú að við erum að segja að Guð góður, hann vill þér vel, hann vill ekki að þú eyðileggi líkama þinn á þennan hátt eða annan hátt, hann vill vernda okkur og varveita okkur, hann hefur sagt okkur sannleikann og hann hefur sagt okkur, eins og segir Amos, hann hefur sagt maður hvað sé rétt, þannig að við höfum bara að gera það sem rétt. Hann Lester Sumrall, gamall predikari, hann sagði, það ekki rangt að gera það sem rétt. Hann sagði, ég bara kysst eina kona á ævinni. Ég vildi að ég geti sagt það. Lítur hún á mig. En Lester Sumrall sagði það. Ég bara kysst eina kona á ævinni og það ekki erfitt að gera það sem rétt. Og vitið, það ekki erfitt ef við bara sannleikurinn setur okkur frjáls. Þannig að stöndum upp fyrir sannleikan á þessum dögum, leifum honum að heyrast, þorum að láta okkar áliti ljós sama hvað aðrir segja. Ekki vera eins og Pílatus, fara í málamiðlun af því að gyðingarnir höfðu einhverja aðra skoðun. Þeir settu Barabbas lausan í staðinn fyrir Jesú. Það kemur svo oft upp í huga minna að okkar þjóðfélaga, það eins og það heimti Barabbas í staðinn fyrir Jesú. Það svo að vilja alla þessa óreiðu. En Drottinn, við bara biðjum fyrir þjóðfélagin okkar, við elskum landið okkar og við segjum þú Guð vors lands, þú lands vors Guð og Drottinn, við viljum lofa þitt heilaga nafn. Ég biði fyrir bæjarfélaginu mínu Keflavík, ég biði fyrir öllum fjölskyldum hér í þessu bæjarfélagi. Drottinn, það bara þrá mín að kærleikur þinn og andi þinn megi koma inn á sérhvert heimili. Og við biðum fyrir skólunum, ég biði Drottinn að bænin Faðir vor megi aftur koma inn í skólana, Faðir Guð, og það megi verða friður. Drottinn, í öllum bekkjum, leikskólum, það megi verða friður þinn. Drottinn, hjálpa okkur að sjá að allt sem satt, allt sem rétt, allt sem gott afspurnar. Drottinn, það það sem við viljum hugfesta. Ó Guð, blessaðu einn og sérhvert hér inni í dag, Drottinn, og ég bara þakka þér fyrir það að þú ert með okkur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Amen. Amen. Þetta tókst. Vilt þú enda? Amen.